Mér langar til þess að segja ykkur aðeins frá því og forsöguna í rauninni hvers vegna ég stend hér og hvers vegna ég hef verið tilkynntur sem stjórnarmaður hér í þessum nýja flokki heimilanna. Það þannig að árið 1953, þó ég sé nú ekki fæddur þá, skömmu eftir að stofnun íslenska lýðveldisins átti sér stað, að þá gerðist sá merkileg atburður að ákveðin klofningur varð úr Sjálfstæðisflokknum þegar gamli lýðveldisflokkurinn var til. Þessi atburður var meðal annars sérstakur fyrir þær sakir að klofningurinn átti sér ekki stað vegna óánægju með framgöngu flokksins, með óánægju forystu flokksins, heldur fyrst og fremst að klofningurinn átti sér stað vegna óánægju með framgöngu flokksins fyrst og fremst, en ekki vegna klofnings fyrrum lykilmanna frá flokknum eins og átti hefur sér stað nokkrum sinnum síðan á lýðveldistímanum. Ástandið svipað nú þegar óánægðir sjálfstæðismenn sjá sér ekki annað fært en að stofna nýjan stjórnmálaflokk, og Halldór Gunnarsson hér gott dæmi slíkt. Slíkt þarf mikinn kjark og mikið þor, og það alls ekki sjálfgefið að menn sem hafa verið þar inn í innsta hring, og ég tala nú ekki menn sem komast á landsfund, að þeir taki það stökk og gangi úr þeim flokki. Þessi lýðveldisflokkur sem stofnaður hefur nú stofnaður af svipuðum ástæðum. Það vegna þess að forysta flokksins hreinlega hlustar ekki á grasrótina, hlustar ekki á fólkið í landinu, heldur gætir aðeins sérhagsmuna. Og sá hópur sem kom að þessum stofnun þessa nýja lýðveldisflokks, að þeir hreinlega eru orðnir þreyttir á þessu eilífa þjónkuna sem við risa sjávarútvegsfyrirtæki, fjármagnseigendur, fjármálastofnanir, og upplifun þessa hóps að Sjálfstæðisflokkurinn ekki lengur málsvari hins venjulega duglega einstaklings eins og stefnuskrá flokksins og stefna flokksins hefur verið. Þessi duglegu einstaklingar eiga einmitt að vera hryggjarstykkið í okkar þjóðfélagi sem knýr áfram hagvöxt í landinu, en sveigt hefur verið frá þeirri braut. Það okkar mat að okkar mati ástæða þess að sá gamli flokkur sem við aðheftum áður beiti sér ekki að neinum krafti fyrir venjuleg heimili sem nú berjast fyrir tilveru sinni við ágang fjármálafyrirtækja í formi skuldaklafa, stökkbreyttra lána á annarri hliðinni og síðan síauknar álögur ríkisstjórnar vinstriflokkana í formi skatta og gjaldskráarhækkana á hinni hliðinni. Þetta hefur valdið því að heilu kynslóðirnar þessara þjóðar, sem að öllu jöfnu ætti að halda hagvexti hennar gangandi, eru ófær að gera slíkt vegna þeirra byrða sem á henni hvílar. Þetta virðist vera vegna þess að fjármálakerfið og stjórnvöld með undirlægi hætti sínum við erlenda kröfuhafa bankakerfisins eru búin að ákveða hvernig eigi að lágmarka tap sitt. Athugið það, lágmarka tap sitt, ekki lágmarka tap ykkar eða standa vörð ykkar hag eða okkar hag eða þjóðarinnar hag. Jú, það á að lágmarka það tap með því að láta ykkur borga, með því að láta okkur borga. Í þeirri vinnu sem fór í hönd eftir að ákvörðun stofnun lýðveldisflokksins var tekin, komist við í kynni við margt fólk sem var í svipað hugsandi og við, og hreint út sagt þótti okkur ótrúlegt hvað við skynjuðum mikla óánægju meðal sjálfstæðismanna vegna atburða liðinna missera, og mætti þar helst nefna hluti á borði það að aðeins 4 þingmenn flokksins sögðu nei í atkvæðagreiðslunni gegn Icesave samningunum. Eins og Ólafur Ísleifsson rakti hérna áðan, þessir Icesave samningar og allt þetta sem hefur komið fram, það eru ákveðin öfl hérna í landinu
sem að tala endalaust fyrir því að við þurfum að taka á okkur alls konar skuldabyrði og klafa, verðtryggingu, þessa Icesave-samningu og annað og bara við verðum að gera það og við getum ekkert annað. Við segjum nei, að sjálfsögðu getum við gert eitthvað annað og að sjálfsögðu getum við slitið okkur undan þessu og það gerum við nú. Já, þessi óánægja, hún endurspeglast helst í þeim skoðanakönnunum sem birtast okkur svart á hvítu liðnar vikur. Við sjáum Sjálfstæðisflokkinn dala vegna þess að þeir hafa verið með gjörsamlega gjaldþrota stefnu að okkar mati í úrlausnum á vanda heimilanna. Við getum ekki lengur sætt okkur við að kjósa blind þá gjaldþrota stefnu sem að hér hefur verið rekin. Í hópi þessa fólks sem hér inni margt af því góða fólki sem við teljum vera á svipaðri línu og við sem fórum af stað með þessa stofnun lýðveldisflokksins og þar sem við teljum málefni heimilanna fyrst og fremst, málefni heimilanna vera stærsta einstaka úrlausnarefni komandi missera, samhliða úrlausn gjaldmiðlamála, erlendra krafna, úrlausna fyrir atvinnulífið, eins og við vitum öll að þá atvinnulífið og fólki í landinu einn og sami hluturinn, því annað þrífst ekki án hins. Lýðveldisflokkurinn hefur því tekið þá ákvörðun að sameinast öllu því góða fólki sem hér og fólkinu í landinu, eins og Halldór kom hér inn á með ræðu sinni, undir fána flokks heimilanna og leggja okkur hönd á þann plóg að gefa heimilunum von. Ég vil því færa táknræna gjöf fyrir hönd lýðveldisflokksins, talsmanni flokks heimilanna, Halldóri Gunnarssoni, listabókstafinn okkar og nafnið lýðveldisflokkinn sem við leggjum nú til hliðar leið og við tökum að heilum hug og fullum krafti þátt í þeirri kosningabaráttu sem að flokkur heimilanna að fara í og nú tökum við höndum saman og gefum heimilunum von.